Ef við leggjum nú þessa skýrslu, nýútkomnu skýrslu til grundvallar, þar sem að talað að heildarkostnaðurinn muni nema 800 milljörðum króna, íslenskra króna, af virkjunum og sæstreng. Þá fáum við út að vinnslukostnaður og flutningskostnaður eru 80 samsvarandi 80 bandaríkjadölum á megavattstund. Og þarna skeikar 30 sem eru þá að koma úr ríkiskassa Bretlands, sem engin vilji fyrir hendi hjá Bretum að gera. Það kemur eiginlega líka fram í þessari blessaðri skýrslu sem ég tel vera svona kurteislega höfnun Breta á þessu verkefni, þegar það talað að það þyrfti að sníða sérstaka umgjörð þennan streng, samningslega umgjörð, reglugerðar umgjörð, vegna þess að Bretar, þeir vilja ekki, hefur komið fram að þeir vilja ekki semja upp á þau býti að greiða bara mismun kostnaðar og mismun markaðsverðs og kostnaðarverðs. Heldur myndu þeir vilja vera tilheiðanlegir til að borga einhvern fastan mismun, einhvern fastverð, niðurgreiða með föstu verði per megavattstund. Og þarna stendur hnífurinn í kúnni, og þegar þessi gætt að þetta þessi 1000 megavött að meðaltali af ári eru kannski 2% af aflþörf og orkuþörf Breta, þá tel ég einsýnt að þeir muni ekki nenna að fara út í að semja einhverja sérstaklega umgjörð þennan streng frá Íslandi. Fyrir 2%? Já. Ég tel að í raun og veru hafi þeir verið að segja það með því að orða þetta svona, að það yrði að smíða sérstaka lagalega og reglugerðarlega umgjörð samningin. Já. Með því þeir að mínum að þetta kurteislega að hafna, Já. vegna þess að það gerir það enginn fyrir 2%.